Jæja, þá erum við komin á lokasprettin í föstudagsþættinum að þessu sinni. Við erum stödd hérna í gamla pakkhúsinu á gömlu Akureyri og hingað til mín eru komnir tveir skaffískir tenorar, Óskar Pétursson og Kristján Jóhannsson. Velkomnir. Takk. Takk fyrir minn. Hvað heldur að þingengindi segja núna þegar? Ég tók það fram að þetta væri gamla pakkhúsið. Hefur þú nokkuð komið hingað síðan þú varst að stela Vallasi í gamla? Nei, ég man þetta sem Sana. Það er bara þannig. Það voru framleitir eðal góðstrykkir og krímsóda líka. Vallas og Jolly Cola og allar þessi pakki, sko. En mér datt nú í huga, þegar þú kallar mig núna réttilega þó, Skaffískan tenor, hvað er það þingengindi segja núna? Eða eyfirringarnir. Eða eyfirringarnir. Já, svona er þetta. Ég var nú að hugsa það áðan, þeir eru nú sennilega komnir, sameiginlegt allavega með okkur fyrir utan tenorinn, að báðir eru þau komnir út frá frekar vípnum kallmönnum í Skagafirði. Já, sjáðu okkur maður. Við erum hérna fyrirmynd kallkynsins, það bara þannig. Nú væru afar okkar stoltir. Já, hann ég segja. Langa við þinn, Jónas í Hróarsdal, sem átti hvað? 32 held ég hef verið. 32 börn. Já. Að því að talið það. Já, kannski gæti verið fleiri. En ég lendi í því. Ég söng nefnilega bara ekki nema kannski ár síðan. Þá söng ég yfir yngsta barnið hans. Og hann var skóari hérna á Suðurlandi, ekki hvorki á Hellu eða, hann var, ég bara, það skammaði, ég man það ekki, en allavega var hann kominn á heimili í Reykjavík og ég söng yfir kallinum. Ég man ekki, og það skammaði því líka, ég man ekki hvað heiti, eða hét. Óskar, þetta sé eitthvað til í þessu, hvern er svolítið fylgjandi Skagfirðingum? Það vantar ekki viljan, allavega, það er alveg á hreinu. En ég held að þetta sé nú farið að þynnast út. Ég svei mér þá, því miður. Það sé bara kallagropp. Ég er bara því miður. Það er oft sagt að Skagfirðingar séu ekki með minni máttarkennd, heldur meiri máttarkennd. Meiri máttarkennd, já. Já, og það var talað það líka í kvennamálum, en ég held að þetta sé orðið þund. Menn eru með sömu kettlinguna alla ævi, ég hef heyrt það að það sé... Já, og detta hann í gröfuna bæðið saman. Já. Þetta er ótrúlega, sko, svona er þetta samt. En það verður að vera til sögur, sko. Óskar, þið ætlaði að fara að syngja saman í Skagafirði. Já, og mikið hlakkaði til að syngja með þessum höfðingi hérna í Skagafirðinu og ekki síður drengnum sem er nú verið að læra hjá Kitta, sko. Og hann er Skagfirðingur líka. Jú, hann er alltaf Akureyringur uppruna. Hans Árna Kristjáns hérna og Árni var náttúrulega Skagfirðingur að uppruna. Já, auðvitað, var ekki flutturinn til þess að laga tennurinn á Höfuðsfjörðarsvæðinu. Það er eftir að segja hann er svonefnda mann, hann var upphaflega fæddur í Skagafirði. Já. En eins og hinn sagði, já, í Skagafirði, ég er hér undan öðru hverju manni. Uss. Nei. Það var ákveðið konfektgerðarmaður sem sagði það. En hvað ætlaði að syngja? Hvað? Er það eitthvað að ræða dagskrána? Hann syngur hítlæði sem hann kann. Já, við syngjum bara. Já, syngjum unaslega fallegt. Ég er svona, ég ætla til dæmis að syngja Vetrarsólið til Gunnar Þórðarsson því það er alltaf svo fallegt veðrið undanfarið. Já, gott hjá þér. Ónafúrtífa lagríma og eitthvað svona bara. Ástadrykkurinn. Já, eitthvað. Já, þú ætlar í óperu af því líka. Ég verð bara að sýna styrkinn. Já, hann kom í 1 tíma til mín, manstu? Niður á Ítalíu. Já, býð þess ekki bætur. Nei, býð þess ekki bætur og þess náttúrulega. Býraði enn og það dundra sér í ástadrykkinn. Já, og strákurinn er ekki með óperu-aríu en Árni. Hann er ennþá fyrir sunnan og hann er með nokkur ítölsk fallega ballöður. Og þú hefur verið að kenna honum, hvernig líst þér á hann? Jú, mér líst bara mjög vel á hann. Mjög falleg rödd og já, ég hugsa hann geti orðið bara þjóðþekktur söngvari allan ef hann gerir eins og ég segir að gera, sko. En hann er Skagfirðingur, þú veist. Það er rétt að kennslu mínu. Já, það er ekki spurning. Þetta eru svona okkar
framlega íta kallinn drengnum úr vör, sko. Já, við erum svona, þetta svona, já, fyrir utan að vera með kallakonu, þarna er þetta alltaf bara, þarna er þetta berskjaldaður, einn á sviðinu og nú tekur hann bara á því. Og já, ég vona að hann gera það flott, sko. Og við erum búin að velja þetta mjög svona í sameiningu og þetta er bara svona ljúft og lýrist hjá honum, sko. Og ég sé lætin nánast alveg. Já, háaðan. Já, háaðan og lætin. Ég get ekki annað. Svo ætlum við að syngja þetta samankallið, ekki? Já, við höfum að fara að gera eitthvað í því. Já, við höfum gert það áður. Já, þeir þurfum kannski að fara að ákveða prógramið. Nei. Jú, já. Það er nú bara föstudag. Nei. Og þetta er ekki fyrir annarkvöld. Þetta er ekki fyrir annarkvöld, sko. Í miðgari. Já. Klukkan 8. Og hver ætlar að Jónas Þórir ætlar að spila. Já, hann spila á hljóðfæri. Já, snillingur, algjör. Hann er nú nánast eins og hljómsveit. Já, hann er svakalega músíkarskur og flottur strákur, það er bara og svo fyrir utan þegar hann lendir í hlutum eins og aukalögum og svona, þá fer ég bara í töskun og óska þekki það og bara setti hann einhverja nótur og jafnvel engar, hann bara kemur með fyrsta ljóm og málið steindautt. Jú. Þannig að hann er virkilega flottur. Einhamur í því, sko. Það kannski spila hvor ykkar ætlar að taka Hafraborgina. Já, ég er með hann á planið, það er ekkert nema ég bjóða honum með mig, bara gætið. Ég er bara... Og rembast þú sama við háið hann í lokin. Ég er bara þakklátur ef ég fæ að vera með. Já, En þetta verður konsert í miðgarði og þið lofið skemmtilegum tónleikum. Já, alveg örugglega. Við erum mjög breytt. Þetta er fjölbreytt. Já, mjög fjölbreytt. Prógrammið, íslenskt, jafnvel pínlítið ægulög og annars að taka til dæmis að sagði Gunna og hverjum með tökum til dæmis svona einhvers konar þjóðsöng hérna er völlu grær eða hvað heitir hann á íslensku ferðalokkað ekki? Jú. Og já, það verður örugglega gaman og við erum í fantastuði eins og sér. Er það ekki? Jú, við erum ekkert að ganga með veggjum hérna, sko. Það er ekkert svolítið. En það, Óskar? Óskar, hvernig er að koma heim og syngja fyrir Skagfirðinga? Er þeir ekki alltaf kröfuharðir en kannski leið þakkláttir áhorfendur? Þetta er nú orðið breytt, sko. Ég er náttúrulega farin að reskjast þannig að ég þarf ekkert að vera eitt að sanna mig, sko. Ég reynir bara að hanga í horfinu. En ég er þess mjög minnur þegar 1984 þá kemur mig kalla hvað Reykjavíkur í miðgarð og þurfti að syngja einsöng með þeim. Oh boy. Og ég gleymi því aldrei. Svanirnir sungu. Það var... Jú, þetta er alltaf sérstakt að syngja fyrir sitt heima fólk. En maður hefur oft gert það og þetta er ég bara tristaði mæti og... Já, þeir hljóta nú að mæta halló. Ef ég þekki rétt þá kannski fljóta með skagfirskar gammansögur og milli laga. Ef ég man einhverjar, það verður bara komið í ljós. En ég reyni eitthvað. Nei, ég held að verður svakalega gaman. Ég lofa líka Nessun Dorma og Tosca-aríu og þessar frægu turnaríunni, Luciano Stelle, maður að vera í fæinu, sko. Það er ekkert annað, það verður tekið á því. Já, það er bara, þá þú segir það fyrir ekki, Óskar. Sko, málið er það, og ég meina alveg frá botni hjartans, að mér finnst í dag fólk vera að hugsa allt annað en að gleðja fólk út í sal. Þeir að syngja, allt og mikið. Við erum hérna vegna fólksins og okkar auðvitað líka, pínlítið smjör og brauðsneiðina og eitthvað svona, en fólk, söngvarar, ég hef ráðið bara hér og nú, beint í vélina, að vera meira örlátir. Vegna þess að, eins og ég séu krökkunum mínum, ef það kemur hérna frá hjartanu og sálinni og tetrið er í góðu lagi, þá bara það berði hálfa leið, ekki það? Jú. Það berði bara, þú ert ekki að kunna neitt og ekki að geta raunverulega. En ef þú segir þetta með einlægni og kemur þessu frá þér, komum við texta, það bara berði hálfa leið.
Þú vilt að meina þó að ég get ekkert sungið, þá gæti ég að farið að syngja ef ég geti bara sungið með hjartan til hjartans. Já. Það er ekki þannig. Nei. Kannski ég prófi. Já, akkur það aldrei of seint, sko. Í alvöru, þú ert alveg sammála með þetta. Já, Jesús mín, alveg, þetta sko... Ef ykkur tekst þetta annað kvöld, þá er þetta að lofa skemmtilegu tónleikum. Já, við garanturum það, sko. Óskar og Kristján, hjartanlega þakki fyrir komuna, góða ferð vestur og góða skemmtun annað kvöld. Takk. Nú, þá komið að lokum í föstudagsþættinum í dag. Ég segi bara góða helgi og takk fyrir samveruna.